Það er ekkert langt síðan fyrstu hjólastígarnir sem eingöngu eru ætlaðir fyrir hjólandi vegfarendur voru gerðir. Fyrir 10 árum síðan var farið að vinna í því að setja hjólastíg, meðal annars Fossvog, meðfram Sæbraut og við Suðurlandsbraut. Hjólreiðar töldu á þeim tíma ekkert sérstaklega stóran hlut í ferðum á höfuðborgarsvæðinu en samkvæmt ferðavinnukönnun 2011 voru 4% ferða farnar á hjóli í Reykjavík en ferðavinnukönnun frá 2019 sýnar hlutfallið komið upp í 7%. Það hefur mikið gerst undanfarin 10 ár. Töluverð uppbygging á góðum hjólaleiðum hefur átt sér stað og Vegagerðin fór að styrkja uppbyggingu stíga árið 2012 til helmings við sveitarfélögin. Við höfum séð umtalsverða aukningu í fjölda hjólandi vegfarenda sem sést bæði í ferðavenjukönnunum og einnig á sérstökum hjólateljurum sem eru víðsvegar á stígakerfi höfuðborgarsvæðisins og hjálpa okkur að fylgjast með þróun ferða á hjóli. Við höfum lært margt á þessum áratug, til dæmis að það þarf að vanda vel til verka við hönnun mannvirkja fyrir þessa samgöngumáta, líkt og gert er í uppbyggingu vegakerfis okkar. Árið 2019 kom út hönnunarleiðbeiningar fyrir hjólreiðar sem markaði þáttaskil í gæðum á uppbyggingu hjólainnviðanna. Með leiðbeiningunum er leitast við að samræma uppbyggingu hjólaleiða óháð sveitarfélögum. Með tilkomu samgöngusáttmálans sem gerður var á milli ríkis og 6 sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er lögð enn frekari áhersla á uppbyggingu hjólaleiða. Stofnaður hefur verið vinnuhópur sem eru fulltrúar sveitarfélagana sem eiga aðild að samgöngusáttmálanum og fulltrúi Vegagerðarinnar og hefur hópurinn það verkefni að útfæra stofnleiðanet fyrir hjólreiðar á höfuðborgarsvæðinu með áherslu á samgönguhjólreiðar og forgangsraða framkvæmdum. Það er því farið að huga mjög vel að atriðum sem gerir upplifunina að hjóla enn betri. Til dæmis viljum við ekki hlykkjóttar leiðir með miklum hæðabreytingum. Passa þarf upp á hönnunaratriði eins og radíusa og sjónlengdir. Svo er einnig mikilvægt að huga að umhverfi stígana og þá sérstaklega með umferðaröryggi í huga. Við erum farin að hugsa mannvirki á borð við undirgöng með öðrum hætti. Við viljum ekki hafa dimm og löng göng sem geta vakið óöryggiskennd vegfarenda. Það er gert með því að hafa göngin opin og breið með góðri lofthæð og það er lykilatriði að huga vel að birtu inn í göngunum. Allt er þetta gert til þess að auka þægindi þess sem hjólar, en það er líka mikilvægt að hafa í huga annan ávinning. Með aðskildum góðum hjólaleiðum erum við að bjóða gangandi vegfarendum upp á sérleiðir og þannig minnkar til dæmis snúningur á milli þessara tveggja samgöngumáta. Floti farartækja sem tilheyra hjólreiðum er að verða fjölbreyttari og notendurnir sömuleiðis í takt við það. Til dæmis má nefna rafmagnshlaupahjól. Þau eru orðin vinsæll ferðamáti og sennilega komin til þess að vera. Þeim má ekki aka á akbrautum og þeim er því ekið á gangstéttum og stígum. Þar af leiðandi er enn mikilvægara að fara í umfangsmikla uppbyggingu á hjólainnviðum til þess að koma í veg fyrir núning á milli gangandi og hjólandi vegfarenda og útfæra öruggar leiðir fyrir þessa 2 hópa. Gaman er að segja frá því sem framundan er. Til dæmis er síðasti áfangi í að gera góða hjólaleið meðfram bústaðveginum að klárast. Við erum að einbeita okkur á norður-suður ásnum, vestan Hafnarfjarðarvegar, frá Hafnarfirði í gegnum Garðabæ og upp Kópavogsháls þar sem að stígakerfi tengist stígakerfi Reykjavíkur. Samhliða uppbyggingu borgarlínu verða jafnframt lagðar góðar hjólaleiðir. Við hugsum höfuðborgarsvæðið sem eitt heildstætt svæði og stofnhjólanetið á að mynda góðar hjólaleiðir sem tengja saman sveitarfélög og helstu hverfi þvert á sveitarfélagsmörk með góðum innviðum sem verður gaman að hjóla eftir. Ekki má gleyma því að hjólreiðar sameina hreyfingu og útivist sem er frábært að geta nýtt sér til þess að komast á milli staða. Það eru spennandi tímar framundan og ég er sannfærð að hlutur hjólandi vegfarenda vaxi enn frekar með frekari uppbyggingu hjólaleiða.